Haukur Haraldsson, hvernig metur möguleikana á móti Króötum? Ég met það bara fína. Ég held að þrátt fyrir að Króatar hafi komið með öll mjög fagmannleg svör í öllum sínum viðtölum, þá held ég að það verði öskrandi vanmat í gangi á þeim. En þeir eru náttúrulega með alveg ruddalegt lið, náttúrulega reynslan í liði þeirra er bara fáránleg og samt eru þeir á fínum aldri. Það er ekkert eðlilegt við það að 3 af byrjunarliðsmönnum sem yfir 100 landsleiki til dæmis. Og svo eru 5 af markaðustu leikmönnum Króata frá upphafi. Kannski saga þeir ekkert sérstaklega löng en þeir eru allir núna í hópnum, þannig að þetta er náttúrulega bara fáránlega sterkt lið og menn á hæsta level í öllum stöðum. Hvað ber helst að varast í leik Króata? Fyrir utan hið augljósa held ég sé bara að grimmdin í þeim, ef þeim líður vel, þar að segja. Ég held að sé svolítið fljótur að brotna. En þeir verða mættir í allar tæklingar, þeir verða mættir í all návi en ég veit ekki hvernig er hægt svo sem að stöðva menn eins og Luka Modric á einhvern sérstakann hátt og það er bara að ná upp góðum varnarleik og svona góðum anda í liðið. Það skipst á skín og skúrir undanfarna daga og búið að setja hítadúk á Laugardalsvöll. Heldur að aðstæðurnar eftir að spila einhvern stóran þátt í leiknum á morgun? Nei, í rauninni ekki. Ég held í fyrsta lagi aðstæðurnar verði bara allt í lagi. Það er einhvern veginn, ég hef kíkt á ysr.no á hverjum degi núna í símanum mínum síðustu svona 2 vikur og einhvern veginn á hverjum degi hefur spáin batnað. Grasið vonandi verður bara fínt. Ég hef séð einhver Snapchat og eitthvað þarna undir þessum dúk og hann leit bara ágætlega út völlurinn. En ég hugsa að aðstæður komi ekki til með að skipta neinu höfuðmáli í þessum leik. Hver á að vera hægri bakvörður? Þetta er náttúrulega erfið spurning. Hallgrímur Jónasson fær náttúrulega rosalega ógn í föst leikadri. Bæði væri ekkert slæmt að hafa hann í föstum leikadrum fram á við. Og svo er hann náttúrulega sterkur í vörninni líka. Mér fannst Ólafur Ingi Skúlason mjög sannfærandi á móti Sviss þegar hann kom inn í seinni hálfleik. Þannig að kannski þessir 2 held ég sé líka svona raunsæjustu kostirnir í hægri bakvörðinni. Ég held að Hallgrímur byrji. Þú verður landsliðsþjálfari. Væri Alfreð Finnbogason í þínu byrjunarliði? Ef ég væri landsliðsþjálfari, það væri skemmtilegt starf. Það sem mun aldrei gerast reyndar, en það er ótrúlegt að svara við þessari spurningu geti verið nei og það væri það líklega með hvernig Eiður Smári hefur verið að spila. Því miður fyrir Alfreð náttúrulega stendur bara val í rauninni á milli hans og Kolbeins frammi og Kolbeinn er bara svo feikilega mikilvægur þessi íslenska lið en því lík gullnáma að hafa Alfreð á bekknum. Hver er uppáhaldsleikmaðurinn í íslenska liðinu? Hannes Þór Halldórsson er uppáhaldsleikmaðurinn minn enda gamall þjálfari minn eins ótrúlega það hljómar og góður vinur en ég kann óbúslega vel að meta Ragnar Sigurðsson líka á hans leikstíl og já, bara attitude í honum. Svo er náttúrulega bara sem Chelsea stuðningsmaður er náttúrulega Eidur Gudjohnsen bara legend. Hvernig þjálfaði Hannes þig? Það var í knattspyrnufélaginu Brostum Draum, KBD í Karlsberg-deildinni, hvað ætlaði það hefur verið, 2007. Gat hann kennt þér eitthvað? Já, hann getur kennt manni mikið, ekki bara á vellinum, heldur bara lífinu sjálfu. Hvernig heldur þessi fyrirleikur fari? Fyrirleikurinn? Skjóta á 1-1. Hver skorar? Gylfi. Það verður bara basic. Og að lokum, ertu með eitthvað skilaboð til liðsins? Já, bara haldið áfram að vera flottir. Mér finnst þeir ótrúlega vel innstiltir á þennan leik strákarnir og bara koma vel fyrir alls það sem koma. Þetta verður mjög áhugavert að sjá þetta.